Við erum stödd hér fyrir utan Bæjarbíó í Hafnarfirði þar sem hljómsveitin Hjaltalín mun frumflytja tónlist við kvikmyndina Saga borgaræktarinnar frá árinu 1919. Saga borgaræktarinnar er fyrsta kvikmyndin sem gerð var á Íslandi en hún byggir á skáldsögu Gunnars Gunnarssonar. Hljómsveitin Hjaltalín frumsamdi tónlistina fyrir sýninguna hér í kvöld og er ekki annað að sjá en að mikil eftirvænting ríki hjá sýningagestum sem er á öllum aldri. Af hverju eru þið hér í kvöld? Áhugaverð sýning, spennandi og svo fylgjum við svolítið í Hjaltalín. Þekkið þið til kvikmyndarinnar Saga borgaræktarinnar? Hún þekkir, hún hefur séð hana. Ég sá hann hérna í gamla daga. Og þú hefur áhuga að sjá hann aftur? Já, mér langar að sjá hann aftur. Af hverju ert þú hér í kvöld? Ég kom til að sjá Hjaltalín bara. Þú ert hér til að hlusta tónlistina frekar en til að sjá þessa mynd? Já, það var svona pælingin. Af hverju eru þið hér í kvöld? Við bæði langar að sjá hérna Hjaltalín og svo, fannst þetta bara hljóma mjög áhugaverði. Þekkið eitthvað til þessara kvikmyndar Saga borgaræktarinnar? Nei, við vorum einmitt að ræða hérna áðan aðeins kvikmyndina og við höfum bara svona heyrt að þetta væri einu af fyrstu kvikmyndir sem hefur verið gerðar, en ég veit ekkert meira sko. Í nóg er að snúast hjá hljómsveitinni en hún mun frumflytja tónlist sína hér í kvöld undir hinni 89 ára gömlu mynd. Hvernig kom það til að þið tókuð að ykkur þetta verkefni að semja tónlistina fyrir þessa mynd? Söngvarinn, það var einhver frá festivalinu sem talaði bara við hann sem hafði mikinn áhuga á því að fá hljómsveitina til að spila og síðan bara koma til að hann fór að segja okkur frá þessu og okkur leist bara mjög vel á þetta og fórum að vinna í þessu. Þetta búið að vera mikil vinna? Mjög mikil vinna, það er alveg, þetta er búið að taka bara síðustu vikunar alveg bara hvern einsta dag, bara allan daginn, einlega. Nú er kvöldið í kvöld einstakur viðburður, hafið þið hugsað ykkur að gefa tónlistina út? Það er alveg góð möguleiki, það fer bara eftir performanceunum bara í kvöld. Haldið að við munum gera þetta aftur í framtíðinni? Frumsemja tónlist fyrir kvikmyndir? Alveg klárlega, alveg, ekki spurning. Og þá er komið að sýningunni sjálfri.